Já, góða kvöldið. Þeir eru velkomin að skjáin. Björn Már Jakobsson heiti ég. Og Bergþór Bjarmi Ágústsson. Báðir innbæingar. Við ætlum að vera með ykkur hér í kvöld. Ísland er að fara að spila við Bosníu-Hercegovinu í sínum öðru leik á þessu móti. Bæði lið búin að vinna sína fyrstu leiki. Bosnia vann Luxemburg. Ísland vann Mexiko hér í gærkvöldi. Það má búast við hörkuleik hér í kvöld. Stúkan að fyllast. Fólk enn að tínast inn. ...40 sekúndur í þetta. Fólk eru sannlega búið að poppa og gera allt sjálft, heldur það ekki? Jú. Þeir sem heima sitja. Trommusveitin mætt á svæðið. Það er stálega almennilega í þeim. Support your team. Það held ég. Og 2 leikir voru spilaðir í dag. Það var fyrsti leikurinn í dag var leikur Luxemburg og Tyrklands. Tyrkland hafði sigur þar. Leikur nr. 2 var Mexiko-Ísrael. Það var Mexiko sem vann þar. Og það var uppást. Og það er blátt uppkast. Íslendingar vinna uppkastið. Ormur setur hann djúpt. Birkir eru fyrstur niður að sá í hann. Finnur Una. Ormur með skotið. Og það er inni bara! Það er bara strax mark. Það er fljótt afgreitt. 24 sekúndur hafa komið mark. Skora strax í fyrstu sókn, þetta er alveg rosalegt. Já, þetta var gott mark hjá honum. Náður ykkur átti stóðið þarna, var það unni? Mér sýndist það. Þá byrjum við leikinu upp á nýtt bara. Team Iceland, player number 7, Ormur Karl Jónsson. Assist by player number 24, Daniel Snær Ryan. Það var Daniel Snær sem átti stóðninguna. Number 6, Ólafur Baldvin Sölvinsson. Viktor. Það eru markmaður Nán Kilvu. Já, það er ekki hérna vænlegt. Arnar hendur þessu djúpt inn. Ímir. Það er djúpt að Helga. Strákarnir pressa vel hérna á Bosníu. Ímir með bökkin. Já. Setur hann á Helga. Finnur Helga hana sem er tekinn á rammanum en stendur af sér auðvitað. Aron sendir fyrir. Þeir halda honum inn í strákarnir. Nei, þeir koma honum út fyrir bara sjálfur. Gestgjafarnir
Gestirnir. Já. Þorleifur tekinn á ramanum þarna. Daniel skot í varnarmann hjá Bosníu. Ormur tekur bökkinn. Setur hann niður hinn varnarmanninn. Íslendingarnir með. Nei, hann hittir ekki á hann þarna. Ormur í pressunni. Þarna Óli. Óli nær þessu. Snýr af sig Bosníumanninn. Hann Rihad Vulovic. Hann reynir á tróðunum bara. Tekur hana. Unni reynir þannig að wraparound en markmaður er mættur á svæðið hann Karim. Ísland vinnur uppkastið. Birkir setur hann djúpt inn á Unna. Og aftur á Birki. Aldrei svo vant spila hér á hvort annan. Sitt og hvað. Og það er Arnar sem er með skotið. Lúms skot hana sem Birkir reynda í fletta. Unni. Kemur þessu djúpt aftur. Þarna. Arnar Stensen pressar á manni. Unni nær þessu. Og það er Hector sem er ennþá með bökkinn. Setur hann bak mark. Góð pressa hérna hjá strákunum. Bosnia Kemur hann út úr kemur loksins yfir miðju. Já, pressa hjá Bosníumönnum. Henda honum frá sér hana. Hector er með bökkinn. Setur hann upp á Haug. Já. Já, þeir eru fyrstir í hann. Arnar Karvels. Keirir inn og finnur ekki Helga hana. Þeir reynda að komast inn í þetta. Það er Aron sem tekur bökkinn. Og það er Bosnia stilur honum á honum. Rángstaða, nei. Jú. Nei, hann var alveg kolrángstaður. Línuvörðurinn alveg með þetta. Bjarmi. Tökum uppkastið. Hann vinnur þetta. Nei. Og það er Freyr sem fer í pressuna. Já. Strákanir grimmir í pressunni. Ormur snýr hann af sér og kemur hann bara út. Arnar Kristjánsson og það sé á hreinu. Með hann. Unni setur hann yfir á Arnar Helga. Upp á Birki. Og hann Pressar á.
Kemst ekki alveg í gegn. Nei, hann er flinkur nummer 11 hjá Bosníu, hann er þeirra langbesti maður. Varnarmaðurinn Vasilije Vukovic. Það er... Strákarnir að leita færi. Steinsen, hendur niður. Já, á að koma henni upp. Alla leið sem Það er hann Mika. sagði og hann er bara með skotið. Vel valið. Þórir lokar vel á hann þarna. Og Haukur með skotið. Gott skot þarna. Og í stöngina. Stöngina. Tvær góða marktilraunir hérna. Þetta er Viktor með bökkinn. Hann leitar. Reynir hann að lúmska Aron sendingu. tekur hann svo. Hann gæti dottið hérna, já. Það er Hector. Snýr af sér þarna, Bosníumanninn. Það er Kristján. Þeir skauta með hann niður. Það reynir sendinguna fyrir framan. Já, reynir að finna hann í slottinu. Arnar Karlsson reynir í slottið aftur. Hanna. Bosnían setur hann bara út. Já, nauðvörn eins og er. Helgi. Reynir hann að sendingu á. Frá Ími. Hanna. Nei. Það er rangstaða. Já. Já, men við erum alveg með þessa rangstöðu á hreinu. Já. Já, Íslendingar að vinna endurkast. Þetta verður bara varnarmenninn hjá Bosníu og það er skot. Já, þetta tekur Þórir auðvitað bara á bringuna og stoppar þetta. Ólafur sem fyrir pressuna. Arnar nær bögnum. Þeim með hann inn fyrir. Birkir kemur auðvitað, reynir að koma sér djúpt. Og hann er bara settur herðablöðin. Það er sterkt í honum, hann stendur bara upp. Og það er Stjáni sem stoppar þetta. Kristján. Still upp í uppsvöldaður, nei, slæm sending hana. Eins og þetta leit nú vel út. Já. Setjandi djúpt og Viktor fyrir pressuna. Leikurinn er svolítið mikið Bosníu megin. Allana fyrstu 10 mínúturnar. Sem er bara jákvætt.
Bosnía tekur uppkastið. Já. Ormur heldur sinni, tekur skotið. Já. Það er nefnilega þannig, Bjarmi, sko, þú skorar ekki nema að skjóta markið, sko. Það er alveg rétt. Það er ekkert allir sem veit það. Já. Nei, var ekki markmaður með þetta? Jú. Sýndist að rekið hérna miðjutanna í pökkinn. Hvað svo sem hún er kölluð? Er það langa tá? Þetta er langa táin. Hanna, Ormur stoppar þetta. Hingaðu ekki lengra. Skýtur á markið, hann heldur honum ekki, hann fer sjálfur í rýbandið, hann er laus. Bosnía er fljótur að beika hann upp og komin út úr svæðinu. Þetta er já, ekki æsing. Bosníumaður pressar hana. Freyr setur hann djúpt. Það er æsing. Icing. Já. Freyr fer upp bökkinn. Setur hann í gerning klofið á Bosníu. Birkir kemur hann niður í horn, næri hann sjálfur. Já. Strákar setja góða pressu, er ennþá með bökkinn. Já. Er einfaldlega Komið sér skauta niður. bara hraðar. Unni. Nær pekkinum. Leitar. Finnur hann Arnar. Já. Aron. Með skoti. Beint á markmanninn. So how about making some noise? Everybody! Þannig. Bosnía vinnur þetta. Músíkin ennþá í gangi. Kalli Vallaþulur steinsofandi á tækniborðinu. Hanna magnaðan. Það er Kristján með skoti. Ja, vörðin blokkara. Tekur á innanverða kálvan. Það er ekki gott að snúa sig mikið við þegar það kom skot svona. Nei, Það er ekki sterkur leikur, sko. það er bara best að fá út í lífanar. Þessum eru í þeim. Já. Gott spil hann hjá strákunum. Ímir, skot. Helgi. Bosnía sækir. Þeir stela bögnum. Svona á. Ímir setur niður á horn. Arnar Karvel stekur hann í horninu. Tekur tæklingunni. Snýr sér ring eftir ring. Kannski máttu vera fljótari að supporta hann í horninu.
Og hann losnaði pökkurinn. Ormur kemur sér niður aftur. Arnar Karvel fyrir eftir honum. Hann nú bara, já, hann var nú alveg holding gráu svæðið þannig. Þorleifur, Ormur. Það er út af. Já, ef þú veist ekki hvernig átt að gefa á, þá bara hendist út úr höllinni bara. Það ekki svoleiðis? Jú. Nei, fór hann ekki í kilvu þarna? Jó, mér sýndist það. Fimm mínútur eftir að lotunni, staðan 1-0. Ormur með mark. Haukur Steinsen með skoti. Nei, þeir blokka. Það er svona, hann finnst eins og að liggi mark í loftinu núna. Haugislandi. Takk uppkasti. Óli setur hann upp á Arnar, hann með skoti. Já. Enginn fyrir fram markið. Enginn fyrir fram, nei. Þannig að það þurfti einhver að mættur þarna. Upp á Arnar. Steinsen nær honum ekki og Bosnia kemst 2-1. Óli mættur í baktekið. Nei, þeir gera vel hana. Fimmtán, dettur. Já. Arnar finnur Unna. Unni geisar hérna stað. Og tekur skotið. Já, þetta er allt beint í belginn á markmanninum. Gaman að sjá hvað er vel mætt á leikina hjá strákunum. Tróðfull höll hérna, góð stemning. Og Bökkurinn er laus. hann er laus. Arnar. Nei, Haukur fyrirgefðu. Aron. Setur hann upp á Finnur Ímir. Ímir. Ímir setur afturbrennaran á og fer inn í sóknið. Já. Daud. Skot beint á mark. Menn eitthvað að ræða saman hann í slottinu. En það er ekkert að því að ræða saman á rólegum nótum. Nei, Það er ekkert að því. Allir vinir. Allir vinir maður. Upp að einhverju vissu marki. Þú þekkir það nú, Bjarmi? Jú, jú. Enda aldrei verið rekinn í boxið á æfinni. Nei, það er bara Mikill Lady Bing maður. algjörlega. Bosnia setur hann djúpt. Þannig finnur Þorleif. Bjarmi. Bjarmi sem skýtur. Já. Þorleifur ætlar bara að gera þetta sjálfur.
Tvær 26 eftir að lotunni. Nú ætla strákarnir held ég bara að afgreiða þetta fljótt. Já, ég hugsa þeir vilja setja nú eitt svona mark hérna. Koma sér í þægilega stöðu fyrir... Og Birkir reynir skotið, Bosnia stelur honum. Þetta var hann Óli. Já, þetta var Óli. Enda er hann bara með 9 fingur í lagi. Það getur verið erfitt að hitta gekkinn. Setur niður Óla. Óli hendur sér djúpt og Birkir fer á eftir honum. Nei, hittir hann ekki. Það hefur verið snúningur á pekkinum sem fíblaði hann í horninu. Þannig að Bosnia kemur hann út. Nei, ekki gekk þetta alveg hjá honum. Arnari. Það hefði verið rassatakling ársins ef þetta hefði hitt. Já, en það var alveg 5 metrum á seinni í hann. Einu og hálf eftir. Bosnia að reyna að byggja upp sóknina. Nei, svolítið mikið. Vukovic, mjög flottur leikmaður. 1 minute left in the first period. Aron setur niður á Kristján. Kristján með langa sendingu upp á Viktor. Speiklar hann bara djúpt. Gaman að segja því að pabbi Arons er í sjoppunni að skera niður fröllur fyrir gesti. Endilega kíkið á hann í leikhlé. Alveg frábærar. Það eru frábærar fröllurnar hjá honum. Það eru vist betri enn í Hlíðarfjallinu, segja sunnlendingar sem hafa komið hérna. Og þá er mikið sagt. Og það var sko mikið sagt. Ímir á Helga. Tíu sekundur. Ímir pressar á hann bara, heldur honum bara. Þeir eru ekki að fara að skora hérna á 10 sekundum, það er nokkuð ljóst. Já, fyrsta lota búinn. Staðan 1-0 fyrir Íslandi. Ormur Karl Settan. Óli Batti með stórsendingu og Daniel sömuleiðis. Við tökum okkur smá breyk núna. Komum alveg 100%. Vel sattir af frönskunum. Vel sattir af frölunum. Takk fyrir.
Já, þá erum við mættir aftur. Rosalega voru franskunna góða maður. Vá. Þetta er bara á pari við McDonald's. Nákvæmlega, jafnvel betra. Jafnvel betra. Já, og það er blátt uppkast. Bjarmi, hvað heldur að Rúnar, þjálfari, hafi sagt við strákarnir í leikli? Hann hefur bara líklega sagt þeim að halda áfram sko, ekki keyra sér niður á þeirra level sko. Já, ekki halda aftur á bak. Já, einmitt. Já. Jú, þetta gengur ágætlega hjá þeim. Kannski að láta pökkinn ganga eins betur, mann á milli. Hún er í svæðinu. Ormur pikkar upp pökkinn. Hendur þessu áfram á Hauk Karvelsson. Steinsen. Köllum að bara Steinsen. Það vita allir hver Steinsen klanið er. Rólfur heldur hann að minni. Nei, Hector meint ég. Haukur taklaður í horninu og missir pökkinn. Strákaninn á að halda þessu inni. Steinsen er með skot. Já, með lúmskot þarna. Arnar Kristjánsson finnur. Steinsen með annað erfið. Beint milli augnanna. Hann hlaut nú ekki mikinn skaða þessu markmaðurinn. Góðu hjálmur sannlega. Íslendingarna fara í powerplay. Já. Arnar Helgi. Arnar tekur einn one-timer hana. Vel nýtt hjá strákunum. Já. Þórir skautaði út á og við settum aukamann inn og náðum að nýta okkur það. Vel gert þarna hjá strákunum. Náðurðu stóðsendingunni. Hvað með stóðsendinguna? Nei. Það var einhver í íslenska liðinu. Player number Eflaust. 17, Arnar Helgi Kristjánsson. Arnar búinn að vera sjóðandi hérna í fyrstu tveim leikjunum. By player number 4, Haukur Steinsen. Haukur Steinsen með stóðið. Arnar kom með 3 mörk í tveim leikjum. Varnarmaður. Það er bara mjög gott. Bjarmi, við stýðum vel við varnarmenni og þú eða ekki. Jú. Við erum svolítið í þeirra liði. Bosnian kom með 2 og 1. Nei. Það er Kristján með pökkinn. Finnur hann eng. Aron. Vel pressað Aron. Hann skautar hann af sér. Nei, hann Já, svona, jú, hann nær einhvern veginn að komast vel út úr þessu. Sigurgeir. Gott skot þarna. Þormur setur hann djúpt á Rúnar. Sigurgeir. Ræsing. Já.
Arnar með skot og hann laus. vel varið þarna hjá markmanni Bosníu. Það er hann Karim Ahmetovski. Tekur skotið og svo reboundið, vel gert hjá honum. Hann Unni eitthvað að bölva því að hafa ekki náð tróðunum inn. Hver? Unni. Já. Hann ofta ekkert mjög sáttur við allt sem hann gerir. Nei, það stundum fíkur í hann. Það stundum fíkur í hann. Ja, það gengur bara betur næst, maður verður bara að taka þann pólinn í það. Já. Já. Þannig að Birgir Erlum reynir tróðunum inn bara. Og hann er út allt í markinu hann er eins og kolkrabbi, sveiflandi lappir á hendur hann. Aron með skotið. Markmaðurinn tekur það. Hann er búinn að hafa nóg að gera, markmaður Bosníu. Fyrstu 25 mínúturnar í leiknum. Þú standa sig gríðarlega vel í markinu. Ísland tekur uppkastið og Aron með skotið. Nei, dómarinn var full snöggur á sér hana. Markmaðurinn verður bara að vatnsópa aðeins að kæla sig niður. Já, hann er alveg búinn að vinna sér það inn. Ísland tekur uppkastið aftur. Aron með skotið. Með þetta. Strákar haldur sig inni. Þessi lúturir, já. Rángstaða. Enn og aftur við með rángstaðana. Já. Rétta maður, ha. Það ætti eiginlega að borga okkur fyrir Já, við getum alveg tekið þetta. að dæma þarna bara. Fjár gæslu. Ímir. Gott skot hann að numlaða framhjá. Köpurinn á rammanum. Þeir ná að skópla þessu í burtu. Helgi setur hann upp á varnarmanninn. Ormur með skotið. Já, góðan daginn, vinur. Ormur Karl með sitt annað mark í leiknum. Stóðsendingu frá horninu frá Helga. Já. Það er oft gott að vinna varnarmennina bara upp á bláulinni. Það er verið að þvæla eitthvað inn í eitthvað. Já. Varnarmenn eru líka oft vannmetnir upp á blálinni. Já, þeir eru oft bara týndir hann að. Þeir gleymast oft. Stúkan tekur við sér. Bosnía komin sókn. Leikmann númer 15, Eldar Musovic. Og Freyr setur hann Freyr, já, kemur svo fyrir skiptingu, skynsamlega gert.
Myrkva Bosnía ennþá með hann. nær aðeins að dansa með hann en ekki nógu mikið. Unni Með langa sendingu á Birki sem veður hérna inn. Það beint í grímuna á markmannunum. Já. Strákarnir halda bekkinu með þá. Og Unni með skotið. Langt framhjá. Óli. Strákarnir láta pökkinn hérna ganga á milli sín, þetta er flott. Óli tekur bakhöndina. Já, tók bara hérna einhverja. Birkir. Óli og Una. Bökkurinn verður eftir. Já. Birkir fljótur að ná í hann. Þeir eru með svolítið að stjórna á þessu núna, strákarnir. Nei, leið og ég segja það, þá klikka það. Kristján setur hann á Aron. Upp á Birkir Birkir á Una. Hann er með skotið. Fast skot sem hann ver. Markmaður Bosníu. Ormur. Einn á góðanum inn í sóknarsvæði. Það er skot. Já. Bosníu varnarmaður. Sýnir það Ormur ætla sér að ná í annað mark. Þannig að dælir honum á markið. Icing. 8 mínútur búnar af annarri lotu. Helgi uppkastinu. Hann vinnur þetta auðveldlega. Arnar. Reynir hann að sendingu á, já, nafnan sinni það ekki. Jú. Það er Arnar sem kemur Hérna Ími. Ími kemur þessu djúpt inn. Það er rangstaða. Var það ekki? Jú, jú. Offside. Já. Bjarmi í kastinu. Einn af nýliðum liðsins. Bosnía tekur þetta. Kristján setur hann yfir á Aron. Freyr tekur hann inn og hann er með skotið. Kemur þessu á marki bara. Sigurgeir. Aron kemur þessu á. Hann Sigurgeir, nei fyrir ekki, hvað er ég að segja? Það er ekki Rúnar. Rúnar, Þorleifur Rúnar. Já, þetta er rangstaðar. Kolrangstaður. Ormur setur hann á Ólaf, setur hann djúpt. Nei, litlu hana, Unir reyndi að finna Birki þarna í slottinu. Ormur hendur þessu inni og hann er með skotið. Já. Unni. Beint í Malakut. Já, beint á markmanninn. Leikurinn það bil að vera hálfnaður, staðan 3-0.
Ormur með 2 mörk, Arnar með 1. Og nóg eftir. Já, ná veg. Þórir. Ég ætli þetta ekki bara fyrsta skotið sem var á sig í lotunni. Jú, hann tók þetta bara öðlega með Já, kýrunni. hann með 100% í þessari lotunni. Hector, kemur svo Arnar. Arnar leitar. Haug. Já. Strákarnir gera þetta vel hérna. Fínt spil hann hjá strákunum. Rúnar og Vlató eru bara að rúlla öllu liðinu virðist vera, sem er jákvætt. Já. Spurning hvort við sjáum markmannsskipti eftir aðra lotu og þeir leipi Sigurgeir inn á, hann veit aldrei. Hann bjargar á línu þarna. Þannig að Bökkur er bara nánast dreginn út úr markinu. Já, hann náði honum á línunni. Þannig að strákarnir halda þess inn í svæðinu. Hector kemur honum á Aron. Þið missir hann. Bosníar heldur hann ekki inni. Nei. Þeir eru alveg slagir. Bjarmi kemur þessu djúpt og pressar svo. Ormur. Og með skotið. Þversláinn. Bökkurinn ennþá inn í svæðinu. Settur hann upp í miðuna og hann stoppar Ormi. Já. Og strákarnir fær í skiptingu. Unni pressar hérna. Stór hættuleg sending hérna þvert yfir mark teginn bara. Steinsson með skotið. Það er nú ekki mannlegt að vera að koma pekkinum þarna sem varnarmaður. Óli, Unni nær pekkinu. Gefur hann á Birkir. Hann grípur hann. Hann tekur hann hérna. Hann er bara eins og Kirby Rixo hann í markinu. Hann Karim. Við kallum hann Karim Kirby Ahmedtovski. Þetta fer bara allt í hanskan hjá honum. Hann lítur að komast á samning hjá Rixo uppveitinginu. Birkir. Blind sendingu hana. Lítil hætta þessu. Unni slær bara í gegnum killunni hjá honum. Leikmaður númer 7 Bosníu. Það þarf að verða nýja. Já, já. Það var uppkast í varnarsvæði Bosníu. Þeir fá viðvörun.
Votnia keyrir hann upp. Já. Smá kraftur í þeim núna sem er. Já. Hann er ennþá með hann. Já. Og það er skot. Það er svona, það er bara morfast í gegnum hann í vörðinni. Hann Kristján. Haukur. Skilur eftir hann til Viktor. Og Viktor reynir að finna hann Hektor hann á kantinum. Kristján með langa sendingur og Viktor. Viktor með skot. Aron. Herru, þetta er bara stopp. Já, herru. Leikmaður hann nummer 24. Ahmed Subanovic. Það var að setja hann sitt eigin mark. Ísland tekur uppkastið. Ormur. Með annars skot. Hald ég. Aftur inni. Sjöðu, og fljúa hattarnir inn á. Já. Það koma fleiri hattar inn á. Já. Þeir eru ennþá að týnast. Stóðsending frá Daniel Ryan. Daniel. Stóð í vörninni með honum. Gaman að segja frá því að þessir hattar fara allir svo í hjálpræðiserinn. Þannig að þeir sem hendu fínu höftunum sínum inn á þeir geta vitja þeirra þar. Goal 4 for Team Iceland. Player number 7, Ormur Karl Jensson. Læsilegt mark hjá honum. Það er eitthvað sem segir mér að hann sé ekkert hættur að skjóta á markið, Bjarmi. Nei, ekkert með þetta allavega. Snær Ryan. And player Arnar number 14, undrar þessu inn aftur. Arnar Karfusson. Og stúkan syngur. Algjörlega til fyrirmyndar stúkan. Það er kraftur í þeim. Fimm mínútur eftir að annarri lotu, staðan vænleg, 4-0. Bosnia reynir að búið til eitthvað uppspil hérna. Strákarnir pressa vel á þá, þeir ná ekkert að byggja upp hérna. Uni, við bara með hann út fyrir þá. Sendir hann upp. Reynir sendingun í miðjuna. Kristján stoppar hann. Það er næsti sem heldur áfram. Setur hann, Reynir setur hann á markið. Óli, hýrði þetta upp. Uni skilur eftir hann til Óla og hann er með skotið. Framhjá. Óli ekki náð að hitta á marki ennþá í leiknum. Nei, þetta er eflaust bara af því hann er með 9 putta. Já, það gæti hugsast og spurning hvort hann hafi teipað eitthvað vitlaust. Það getur haft áhrif. Hann er náttúrulega ekki með, svo ég á hreinu, hann er ekki bara með 9 putta.
Hann var sérst að koma meiðslum kallinn. Búinn að vera frá í rúman mánuð, ef ekki 1,5. Jú, hann ákvað að skella sér á olnboðsæfingu með fullorðnum mönnum. Það er ekkert grín. Það er ekkert grín að spila svoleiðis hockey. Það er bara gamli skólinn spilaður. Já. Sama hvað þú veitir. En nóg það. Það er Singh. Nú framundan á morgun er frídagur hjá liðunum. Næstu leikir eru spilaðir á miðvikudaginn. Þá í fyrsta leik er Ísrael-Luxemburg, annar leikur Mexíkó og Bosnía. Svo kvöldið er risaleikur sem ég hvet alla til þess að fara á og það er Ísland-Tyrkland, takk fyrir. Já, það verður alveg rosa. Það verður sko læti, get ég sagt ykkur. Mér finnst mjög líklegt að það verði meiri harka í þeim leik. Já, ég held að verði svona, já. Jafnvel nokkrir dómar. Hugsanlega, já, hugsanlega. Það er Arnar sem setur hann yfir á nafna sinn, Arnar Karvels. Já, og Viktor aðeins og undan, nei, Helgi aðeins og undan Arnar hann inn í svæðið. Hann er reyndar í svo stórum skautum að það er örugglega bara að vera það. Munað það sko. Já. Beint í legglínunar hjá Bosníu. Já. Bosnía kemur hún út. Það er Æsing. 2 mínútur eftir annar lotu. Strákarnir ná að halda sér í svæðinu. Bosnía reynir bara að koma þessu út. Bosnía kemur hún út úr svæðinu. Það er Kristján. Setur hann yfir á Aron. Þeir spila þessu vel á milli sínina. Þetta er að Bjarma sem setur út á Pökkurinn gengur vel hann hjá strákunum. Hann kemst alla leið inn. Já. Reynir að finna einhvern í slottinu þannig. Þannig engan Aron sem setur hann upp á Birki. Sem kemur fætt í hann, þannig að það er engin Æsing. Ormur. Já, Mirka hérna. Skauta fyrir með Ólafata. Ormur nær bekkinu. Finnur Daniel. Ormur upp á Birki. Setur hann unna. Skauta reynir að koma sér í gegn þarna. Nei, missir hann. Mínúta, innan við mínútu eftir. Birkir fer á eftir honum. Haukur. Setur hann niður á Hektor. Hektor, 1 þarna á móti 2. Gerir vel. Vel gert hjá honum. Setur hann aftur Hauk Karvel. 15 sekundur. Steinsen. Hann er með skotið. Með lúmskot þarna. 5 sekundur. Aldrei. Og við það fjarar þessi sókn út. Önnur lotta búinn. Staðan 4-0 fyrir Íslandi. Fengum við sjá 3 mörk í þessari lotu. Arnar með annað markið, Ormur með 3. og 4.
komið með Second period. hat-trick eins og það kallast á ensku. 4. Team Bosnia-Herzegovina 0. Enda flugu hattanir inn á ísinn. Já, alveg nóg að þeim. Bjarmi, við tókum þröllurnar eftir fyrstu lotu. Núna förum við í samlakunnar Já, sem steinleikja líka. já, það er frábæra. Alveg kokteilisósu og öllum bakkanum. Öllum bakkanum. Við komum Vel sattir tilbaka. vel sattir tilbaka í þriðu. Takk fyrir.
Já, þá ég kominn aftur. Þriðja lota hafin. Ísland vann uppkastið. Birkir kemur á markið. Óli. Já, held ég. Birkir Arn Einarsson með neglu í fjarstöngina og inn. Þriðja lóta byrjar bara nákvæmlega eins og fyrsta lóta byrjaði. Það mark eftir 20 eitthvað sekúndur. Staðan 5-0. For Team Iceland, player number 50, Birkir Arn Einarsson. Birkir á ekki hæfileika langt að sækja. Pappa sem mikill sparslari. Arnar Kristjánsson kemur honum í rangstöðu. Velkomin Bjarmi. Já, ég fór bara aftur í röðina og fekk með aðra samlóku. Já. Bökkurinn koninn við svæði Bosníu. Ísland pressar á þetta Bjarmi. Kristján. Reynir sendingan inn í miðuna. Já. Karim stoppar þetta skot. Hjá honum Frey. Það er pressa á hann. Þorleifur. Pressar Óvulovic. Helgi setur á markið. Beint framan á markmanninn. Goalkeeper holds the puck. Góð tilraun hérna. Já. Heldur að Ormur sé að hlaða í fjórða markið þarna. Já, ég sé hvernig hann heldur á killunni. Já. Kast. Goalkeeper holds the puck. Bosnía stillir upp í einhvers konar uppspil. Þeir halda hann inni. Já, þetta er Daniel. Nei. Það situr hann á Orm sem ætlaði að fara í skiptingu en Ímir vinnur Birkir. Birkir dansar aðeins með hann, reynir að finna hérna Ólaf Adda í slottinu til næra chipparum en Karim Ahmedovski mættur bara og tekur þetta. Já, það verður dæmt hæstík á það. Uppkastið út úr svæðinu. Birkir. Já, Birkir ennþá með hann. Já. Uni pressar hana.
Unni Setur kemur hann á þessum markið. The goalkeeper holds the puck. Já. The goalkeeper holds the puck, segir vallaþjálfarinn, ef það kom einhverjum á óvart. Ísland vinnur uppkastið. Já, ná skoti. Reyna að afgreiða þetta bara snöggt. Já. Hector kemur hann upp á Aron setur. Já. Það er rebound. Viktor setur hann. Þetta er stóðsendingin kom ekki á hann Aron Ingarsson. Hann allar að fleiða honum á markið. Já. Staðan er 6-0. Goal 6 for Team Iceland. Scored by player number 8, Viktor Jan Mortikak. Assist by player number 16, Aron Gunnar Ingarsson. Mirka, nei, skýtur framhjá. Helgi tekur manninn. Já. Nei. Stúkan er alveg að sturlast hérna. Já, það víbra hérna rúðurnar í húsinu. Bosnia nær sendingunni hérna. Já. Koma inn. Mirka finnur leikmann nummer 15. Eldar Musovic. Nær ekki skoti. Það er Rúnar sem Köttar hérna inn. Það reyna að koma svo markið. Rúnar er aftur með bökinn. Stýr hann af sér. Já. Arnar reyna að tróða honum bara. Reynir að koma honum annað fyrir. Arnar. Finnur Steinsen. Arnar leitar, horfir. Nei. Markmanni sér þetta allt saman. Arnar er ekki sáttur. Nei. Öskrið heyrst upp í stúku. Já. Það er frábært tilraun bara. Já. Held Arnar hafi viljað hafa hann aðeins neðar. Puckinn. Unni vinnur Ólaf þetta. Óli. Vinnur Unni. Hann er ekki laus. Nei. En það samt að horfa að slá í hann. Unni étur þetta bara. Já, átti eflaust skilið þessa veltu. Já, Ég ég held að hérna. Ég sé að varnarmaður hefði flekt honum ef ekki lengra. Jú, hugsanlega sko. En það er bara mikilvægt að vera grimmur á markinu. Jú. Annars verður hann ekki inn. Ökkurinn. Já, Viktor markaskorari, reynir að ná honum. Haukur Karvels meitur út á. Sá ekki hvað gerist. Hann fekk bara annan tæklingu á sig á rammanum. Hann hefur hitt eitthvað illa. Hann verður örugglega snöggur að jafna sig.
Daniel sækir hann, kemur honum djúpt. Bosnia kemur þessu bara út úr sæðinu, en það búið að vera löng sókn hjá Íslandi hjá þeim. En þeir ná ekki skiptingunni. Og þeir ætla að vera 6 inn á. Það má reyna það. Nei, þarna vaknaði. Birkir. Hoppar hérna. Upp á Steinsen með skoti. Það er Arnar Helgi. Nei. Birkir var ekki komið með killuna. Nei. Hann nær samt bekkinum, enga síður. Hanna. Bosnia í sókn. 1-3. Dansar fram hjá Helga hanna. Birkir setur hann á Helga. Helgi. Bosnia lætur puckinn bara ganga á milli. Þeir koma honum út. En strákarnir Ímir nær að stela þessu. Helgi setur press á hann. Aron. Arnar. Karvels. Ormur stígur niður. Aron setur upp Orm. Ja. Og hann hendir í annað skot. Já. En Karin tekur þetta auðvitað. Parkland out of play. Kast. Nei. Ég hugsa að Danni að nú geta bara sendt á Orma það. Hann hafði alveg tíma til þess, sko. Rúnar setur hann djúpt. Já. Bjarmi fyrir á næri hann. Upp á Daniel, setur hann djúpt. Bjarmi jarðar hana. Stendur aftur upp. Já. Eins og sannur káfamaður. Og hann leggur stað, við inn í sæði. Og skýtur hann upp. Þessi er hátt yfir. Miða á skjáinn bara. Já. Þetta var ekki einu sinni líklegt, Bjarmi. Nei. Þetta var svo hátt yfir. Eins og sagt í gamla daga, hann skaut hann bara út á flugvöll. Hann skaut hann út á flugvöll. Steinsen. Hann er að hitta hann á Birkir. Eru unni fyrir á meiri ferðina. Já. Næri ekki að setja hann í markið. Arnar. Já, hann lappar bara inn og setur hann. Og hann klárar þetta bara. Rennir honum inn með bakhöndinni. Já, þeir voru alveg gjössanlega steinsofandi í vörninni hann hjá Bosníu. Ég held að ekki átt vona á þessu. Ekki einu sinni Arnar sjálfur átt vona á þessu. Nei. Hann var alltaf bara kominn í, já, dauðafæri.
Staðan er 7-0. Þriðja hálfnuð. Varnarmenn eru búin að vera duglegir að skora í þessum leik. Já. The seventh goal. Búin að fá nóg að vera í vörninni og var bara að skora. 17, Arnar Helgi Kristjánsson. Áfram heldur Ísland. Haldi upp. 2-2. Nei. Viktor, gott pakksek hana. Haukur ber hann inn. Haukur, reynir að dansa hana framjá. Þeir reynsa bara. Kristján verður nær í hann. Já, engin æsing. Strákarnir fer í skiptingu. Ímir. Upp á Ímir. Já. Hann dettur, losnar við. Leðurinn. Hann er kominn hann af. Munnaði litlu. Helgi að tilbúin í skotið. Já, með góða sendingu hann að reyna að finna Helga í slottinu. Helgi rétt mista á honum. Það var inn á að pressa hann á þá. Það er Ormur sem setur hann djúpt. Æsing. Við línuverðinir sáum það. Já. Hann var ekki komin yfir rauðu. Hann var alls ekki komin yfir rauðu. Við erum sammála því. Níu mínútur eftir að þriðju lotu. Í svona tiltölulega þægilegum leik fyrir strákana. Bosníumenn hafa ekki verið að sýna mikið. Hafa ekki verið beint hættulegir í leiknum. Ormur kemur upp Arnar Karvel sem reynir að spekla út en Bosnía heldur honum ekki inni. Arnar tekur hann hérna. Bosnía sá hann aldrei koma. Nei. Nú er eitthvað aðeins fara heitt í kólunum. Hann er mögulega aðeins svo seint fyrir Bosníumenn að þeir ætla eitthvað að fara að standa í þessu. Ormur reynir að finna í slottinu. Arnar. Já, þetta er bara svona. hann fer fram hjá. Já, vel varið hjá honum. Okkar manni. Ísland fer bara í nauðvörn. Þannig lagað. Sér nú mundi kontról hjá strákunum. Já, Þó að komin á eitt skot frá Bosníu. Það er þannig að nú eru þeir komnir á gott ról. Unni, Birkir. Haukur, já, hann grípur þetta. Hann Karim. The goalkeeper holds the puck.
Ég held að hann sé klárlega maður leiksins hjá Bosníu, markmaðurinn Karim Ahmetovski. Þó svo hann sé búinn að fá sér 7 mörk, þá hann búinn að verja alveg helling. Já. Þetta ekki sammála með þér? Algjörlega. Já. Það bara... Þeir eru ekki búin að alveg ná duglegar hjálp honum í vörninni. Nei, hann fengið litla hjálpgreið. Hvað nú? Já, það viðvörun. Ísland tekur uppkastið, það er skot strax. Sem fyrir hann mættur Karim í marki Bosníu, stoppar þetta. Ég held að hann einu skili bara heitan pott í kvöld eftir leikinn, sko. Það eru 7 mínútur eftir af leiknum. Já. Aron heldur þessu, tekur skotið. Hann er laus! Já. Það var Hector. Hvað er það Aron sem var stóðsendingun þessu, eða hvernig? Já, mér sýndist það. Hector með sitt fyrsta mark, landsliðsmark. Vel afgreitt. Vel afgreitt á strafnum. Hann var væntanlega að pökkinn að... Team Iceland, player number 9. eins og venja er. Hector Logi Ólafsson með mark, 8. mark Íslands, sitt fyrsta mark. Sennilega fyrst af mörgum. Ormur kemur þessu niður. Danni reynir að koma honum í slottið. Og Ímir heldur hann inni. Ímir tekur þetta. Og það gleymist að slökkva á tónlistinni. Já, Kalli Vallaþulur alveg steinsónd á tökunum ennþá. Spurning hvort hann sé með. Já. Og núna slekkur hann á tónlistinni. Nei, kveikir aftur á henni. Þetta er glæsilegt. Já. Þetta er mikill atvinnumaður. Ef þið viljið fá hann sem DJ í partíinn, þá hringið þið í Kalla. Músíkin sloknar aldrei. Hann heldur upp í stemningunni. Já. Bosnia kemst út úr svæðinu. Já. En ekki mikið lengra. Það er Arnar sem setur hann yfir á Freyr. Freyr kemur hans inn í svæðið hana. Mókar þessu bara inn á marki. Bjarmi. Nær honum. Þorleifur rétt missir á honum hana. Bosnia kemst í gegn. Já, þeir eru komnir. Þeir leita, reyna að finna, nei. Slöpp sending hana hjá kapteinum hjá þeim. Og Ísland verið í skiptingu. Já. Já. Birkir setur press á Bosníumenn. Aron finnur Una. Og Unni ætlar að... Já, Unni segir eitthvað við hann. Segir hann að slaka á. Með kái, eins og við gert fyrir norðan. Fimm mínútur eftir leiknum, staðan 8-0. Það er spurning hvort þeir ætla að setja í tveggja stafa tölu. Það er spurning. Þeir ætla ekki hægt að reyna að skóra. Nei.
Kristján setur hann upp á Una. Já, hann missir hann. Í dómarana. Já, það þvælast oft fyrir manni. Þeir eru svo sem ágætið annars. Og Birkir grípur hann. Það næstu að leggja hann niður fyrir sig. Já, Birkir lætur reka sig út af. Interference væntanlega. Nei, elbowing. Það nú ekki fyrsta skipti sem hann rekinn út af fyrir elbowing. Nei, það gerist einmitt í fyrsta öðrum leikluta í gær. Já, hann þarf að læra að hafa hann aðeins neðar. Sennilega ekki síðasta skipti sem hann verður rekinn út af fyrir elbowing á æfinni. En hann má eiga það, hann lætur hitlið alveg finna fyrir því. Já. Player number 50, Birkir Stratt Heiðarsson, 2-minute penalty. Það fara Bosníumenn í powerplay. Músikinn ennþá í gangi. Kalli alveg með þetta. Hanna. Ísland kemur út og Ólafur fyrir pressuna. Óli bara yfir með bökinn hana. Já, herru. Hann skautar bara Þetta var í rétt sátt. Það ekkert endilega augljóst hver powerplay og hver ekki. Unnið með fast skot þarna sem að Karin tekur í rókstinni. Og fleir hún síðan bara. Mirka kemur inn í svæðið fyrir Bosníu, leitar. Reynar að finna opinn manni á. Reynar að byggja þetta upp hérna. Nei. Reynir sendingunni í miðjuna, það var enginn. Já, það var enginn. Reynir að koma sér eins nátt markið hún getur hérna. Það er skot, beint í skautana hjá Daniel Ryan. Þetta var eiginlega glata færi hjá leikmann nr. 7, Rijad Vukovic. Birkir kemur inn eftir 8 sekundur. Þannig er Óli bara, nei. Enn og aftur reynir Vukovic skot frá einhverjum afleitum stað sem bara enda niður í horni. Reynir að taka niður íslenska fánan. Já. Both teams are playing at full strength. Eins og við sögum á hann, þessi enda inn á flugvelli. Það er rétt. Það er aðeins að stilla markið inn á radarinn. Já, það er betra. Og það er Aron, setur upp Arnar Reyna að Karmels. finna Arnar hana. Hittir ekki alveg í kíluna hjá honum. Kristján. Reyna að finna Arnar Karvelsson. Helgi. Það er Ímir sem reynir hann á pögnum. Aron. Ímir. Einn hann á móti bara öllu liðinu. Næsamt að setja hann á. Bjarmi pressar á. Daniel heldur hann hérna inni. Já, Þorleifur. Kemur þessu djóft. 1,5 eftir að leiknum.
Bjarmi yfir á Orm. Ormur finnur Sig. Finnur Þorleif Rúnar. Þá er síðasta mínútan af leiknum. Það er að Unnið sem byrjar stýrunum. Já. Ég held að það sé óvægt að segja, Bjarmi, að þetta sé komið hjá strákunum. Já. Og það heyrist alveg í stúkunni líka. Já. Ég held að Bosnia sé ekki líklegt til þess að jafna leikinn núna. Og það er Óli með Já, skotið. hann er að setja eitt mark hérna þegar 27 sekundur eftir. Bara til að tryggja sér þetta alveg. Já. Bara til þess að slíta sig frá þeim alveg endanlega. Player number 6, Ólafur Baldvin Björgvinsson. Ólafur Baldvin Björgvinsson setur hann. Assist by player number 13, Uni Steinn Blöndal. Já, og Uni með stóðsendinguna. Player number 15, Birkir. Og Birkir Árni Einarsson. Goalkeeper holds the puck. Það er 13 sekundur eftir. Já. Það er spurning hvort við fáum eitt annað skot á markið. Það er spurning. Það er svo sem nú engin þörf á því, held ég. Það er nú, og þetta er í höfn. Og þetta klarast. 9-0 fyrir Íslandi. Já, Þórir Hermannsson Aspar heldur hreinu. Shutout. Lokatölu 9-0. Við rennum við markaskorarana. Fyrstu lotu, það var sáum við 1 mark, það var Ormur sem skoraði það. Önnur lota, 3 mörk, það var Arnar Kristjánsson sem skoraði. Þriðja markið var Ormur. Fjórða markið Ormur aftur. Hat-trick, takk fyrir. Þriðja lota, það voru 5 mörk. Það var Birkir Einarsson með 5. markið. Sjötta markið var hann Viktor Jan. 7. markið Arnar Kristjánsson. 8. markið Hektor Hrólfsson og 9. markið var Ólafur Baldvin Björgvinsson. Já, að sjálfsögðu. Við köllum það, Við vitum helviti mikið. Já, við erum ekki bara línudómarar. Ekki bara línum. Hann átti góðan leik í marki þrátt fyrir að fengja á sig 9 mörk. And for Team Iceland, player number 7. Nú, það er Ormur Karl. Hann er með hrennuna. Það er nú. Og þá er drög okkur til hlés. Það er okkar æðislegi þjóðsöngur. Það er rétt. Sem hvert mannsbarn kann á landinu. Please rise for the national anthem of Iceland.
Það held ég nú. Fallegt var það. Alveg frábær. Herru, við fengum að sjá geggjaðan leik hjá strákunum, 9 mörk. Það nú ekki hægt að biðja meira held ég. Nei. Ekki nema þá 10 mörk. Síðan frídagur á morgun. Frídagur á morgun. Því miður á, en fjörið heldur áfram á miðvikudaginn. Þá stórleikur Ísland-Tyrkland. Takk fyrir og við hvetjum alla að mæta á tróðfyll í höllina. Og ef þið komist ekki að stilla á skjáinn og fylgjast með þeim úr fjarlægð. Bergþór, Bjarmi. Við þökkum bara fyrir okkur. Já, við sjáumst kannski, heyrumst frekar kannski hrestir á miðvikudaginn. Takk fyrir. Takk fyrir okkur.